Uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu, segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihlutans óttast að þjónusta versni. En harðnar í viðskiptastríði nágrannaþjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15 til 50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton er látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykkju sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi, til dæmis í gegnum netsölur. Við sofnaði verðinu. Hálfur milljarður verði varið í endurbætur á Akureyrarkirkju næstu árin til að hún geti skartað sínu fegursta á 100 ára afmælinu. Ungverskur orgelsmiður hefur verið fenginn til að laga kirkjuorgelið. Komið sæl. Hátt í 90 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp í dag í einum umfangsmestu skipulagsbreytingum síðari tíma í borginni. Flestir voru stjórnendur. Borgarstjóri segir þessar aðgerðir bara lítið brot af því sem koma skuli í hagræðingu. Þetta var ákveðið á fundi borgarráðs í morgun, en alls var 86 sagt upp á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, 32 þeirra var boðið annað starf, en ekki liggur fyrir hversu margir þiggja það. Við lögðum aðaláherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni, þannig að það er aðalega starfsfólk þar. Meðal þess sem felst í þessum skipulagsbreytingum er að fækka svæðismiðstöðum borgarinnar úr 4 í 2, en þar hefur verið veitt velferðar, skóla- og frístundaþjónusta. Og þetta á að spara borginni 900 milljónir á hverju ári og borgarstjóri segir að áfram verði haldið í hagræðingu. Bara þessar aðgerðir hér í dag, þær eru bara lítið brot til þess að fylla upp í hallareksturinn sem við erum að horfa framan í. En í hverju felast þessar 900 milljónir? Þær felast í auðvitað stöðugildum sem við leggjum niður og líka leigusamningum sem við segjum upp. Boðað var til aukafundar í borgarráði með skömmum fyrirvara í morgun til að afgreiða þetta mál. Hvað lá á? Tillagan var tilbúin og það er mikilvægt að ráðast í aðgerðir þegar tillögurnar eru tilbúnar og við erum með því að líka slá á ákveðna svona ókyrrð inn í okkar kerfi, gagnvart okkar starfsfólki. Það hafa allir búist við því að við varum að fara að ráðast í breytingar hér og þá er ekki eftir neina að bíða. 86 var sagt upp störfum í dag. Verður eitthvað af þeirra verkefnum útvista til annara? Þessi tillaga felur ekki í sér útvistun og ég er alveg sannfærður það að þetta mun bæta þjónustu og hagræðingin er umtalsverð, hátt í milljarður og ekki er vanþörf á. Hvernig er þetta bæta þjónustu með færra starfsfólki? Með einfaldara skipulagi, skýrari ábyrgðarskiptingu og betri stjórnun. Við erum ekki að draga úr þjónustu. Maður tekur þessar ákvarðanir ekki af neinni léttúð. Það er alltaf erfitt að ráðast í svona aðgerðir en það er mikilvægt að horfast í augu við það að það þarf að taka til í rekstrinum. Nú oddviti Samfylkingarinnar óttast að þjónusta við íbúa versni og sérfræðið þekking tapist. Hann segir breytingarnar hafa áhrif á tugi þúsunda. Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar greiddu atkvæði gegn tillögunni. Ein ástæðan er bara hvernig þetta kemur til. Það er boðað til svona auka borgarráðsfundar til þess að drífa í gegn meiri háttar breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar. Breytingar sem hafa áhrif á hundruði starfsmanna, 400 starfsmenn sem verða fyrir þessu og tugi þúsunda barna og fólks í Reykjavík. Meirihlutinn hafi því komið í veg fyrir að málið fengi eðlilega umfjöllun í borgarstjórn. Hverfamiðstöðvarnar séu það eina sem tengir marga við Reykjavíkurborg. Fólk af erlendum er ekki brotið sem er ekki beint að fara inn á reykjavík.is og finna upplýsingar. Þarna eru þau með starfsmenn sem þau þekkja og treysta. Þarna eru mörg barnamál, barnaverndarmál, foreldrar geta leita þangað sem svona fyrsta stað eitthvað bjátar á. Við erum með heimilislaust fólk, við erum með alls konar fólk sem er að leita sér aðstoðar á þessum þjónustumiðstöðum sem núna eru komin í eitthvað svona smá bákn eins og í borgartúnið. Þannig ég óttast að þjónustan versni út í hverfunum.
Bandaríska country-söngkonan Dolly Parton látin áttræða að aldri. Aðstandendur hennar greindu frá því á samfélagsmiðlum klukkan 6 í kvöld að hún hefði látist á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Dolly Parton hefur verið eins skærasta stjarna country-tónlistar í rúma hálfa öld og notið gríðarlegra vinsælda allan heim langt út fyrir aðdáendahóp country-tónlistar. Hún reyndi einnig fyrir sig sem leikkona og hélt úti í skemmtigarðinum Dollywood. Hún vann að mannúðarstörfum í áratugi og hélt meðal annars úti bókasafni sem hefur gefið börnum við 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Hún gegndi einnig lykilhlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Parton samdi ógrynni af þekktum lögum og öðlaðist nýja og yngri aðdáendur síðustu ára ævinnar. I'll think of you each step of the way. Dolly Parton látin, en við snúum okkur allt öðru. Við höfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags unglingadrykki og forvarnir. Félagsmiðstöðvar séu lokaðar þegar ungmenni þurfi mest að halda á sumrin. Þetta myndskeið frá Menningarnótt, þar sem lögreglan og flotinn flakkandi félagsmiðstöð ræða við hóp ungmenna. Eftir nóttina talaði lögreglum að hafa haft afskipti af á 4. tug ungmenna þar sem áfengi var hellt niður og haft samband við foreldra. Í kjölfarið töluðu yfirlögregluþjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykkja unglinga væri að færast í aukana. Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og það er bara alveg hárrétt hjá þeim. Það er aukist aðgengi barna og unglinga að áfengi og sterkari fíkniefnum og í gegnum bæði netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem er mjög slæm þróun. Já, ég held að það sé klárt mál að það sé vaxandi unglingadrykkja og þetta er stóraukið vandamál. Við tökum alveg eftir því. Þau eru sammála að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin. Það sem er helst ráða er náttúrulega allar þessar forvörnir sem er verið að sinna í dag, að það er bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimilinu og það er kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvarnastarf. Dæmi að ungmenni safnist saman til dæmis í Elliðaárdal og Guðmundarlundi eftirlitslaus. Og það sýnir sig bara að þarna eru krakkar að hópa saman til þess að drekka eða jafnvel að gera eitthvað annað og okkur finnst þetta ekki vera góð eða jákvæð hópamyndun. Þarna er aftur, það er engin handleiðsla fagfólks og bara ekkert öryggi. Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira, eins og til dæmis yfir sumartíman. Þegar félagsstarf og tómstundi fyrir 13 til 18 ára er frekar lítið að þá eru þær lokaðar og eins og þetta vetrastarfi sem er alveg gífurlega öflugt og óbærslega gott er ekki við líði einmitt þegar við kannski þurfum það mest að halda á sumrin. Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á 30, 50 og helgar og sumrin en félagsmiðstöðvar eru lokaðar þá. En krakkar eru alveg jafn mikið til hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu betur fyrir unglingarna okkar. Það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert 1980-1990 þegar áfengisdrykkja ungmenna í miðbæ Reykjavíkur fór úr öllum böndum og við sem samfélag tókum okkur saman að þetta gengi ekki og það spratt upp náttúrulega gífurlega öflugt forvarnastarf sem hefur því miður undanfarna árum kannski dalað svolítið og við höfum sofnað á verðinum. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, þú stýrir lýðheilsumálum hjá landlækni. Höfum við sofnað á verðinum? Já, ég held að við sem samfélag höfum aðeins sofnað á verðinum og við höfum verið að sjá það í svona könnunum þar sem að verið að spyrja ungmennin sjálf og svona svolítið líka bara varðandi svona hvaða reglur þeim eru settar og svona. Það er minna reglur og ég held að það erum aðeins, við höfum kallað það svolítið foreldraslaka. Við sjáum að foreldrar eru einhvern veginn afslappaðir yfir þessu. Við erum ekki lítum ekki á sem vandamál að það sé mikil unglingadrykkja hér eins og var aldamótina rétt fyrir og við höfum náttúrulega séð að það er þarna aukning þegar það kemur á framhaldsskólunum en við erum aðeins að sjá það og heyrum það frá fólki á vettvangi eins og kom fram að það er aukning og það er eitthvað og það er einhver líka svona breytingar sem við orðið í samfélaginu sem við þurfum virkilega að horfa á. En þú segir að það sé aukning og vitnar í þessi samtöl þessi viðtöl. En sýna rannsóknir þetta sem þið hefur verið að gera?
Sko, kannanir sem eru gerðar, já, þær eru svona spurningulistar sem lagðar fyrir einu svona ára og spyrja hvort þú eru ölvaðir seinustu 30 daga. Þær eru til dæmis ekki lagðar fyrir eftir menningarnótt eða þarna svona á þessum sumarstöðum. Þannig að við þurfum að skoða betur í áreiðanleika þeirra svara. Þannig að spurningakannar sem að þau svara einu svona ári, við erum ekki að sjá það ennþá í grunnskólanum. Við sjáum mikil aukning þegar kemur í framhaldsskólana og ég held að við sjáum það að það sá hópur sem kannski að drekka, það líka meira það. Við heyrum af því að grunnskólarnir eru farnir að aftur að sjá að það þurfi að grípa í áfengismæla og annað þar sem að var ekki, bara þekktist ekkert áður. Já, en nú var til í fréttinni hérna undan þá verið að tala aukið aðgengi krakka að áfengi. Tekur undir það? Já, og það kemur alveg skýrt fram. Við hefum líka með svona opnum spurningum spurt, af hverju er aukning og hérna þau segja að það er meira aðgengi. Já. Og við vorum að gera könnunum svona líka aldurseftirlit í þessum nýju netverslunum sem eru komin á 3. tug og þar höfum við sofnað á verðinum, heldur betur og það er eiginlega svona svolítið bara, já, það ríkir eitthvað svona ófremdar ástand varðandi það að það er ólögleg starfsemi í gangi og við vitum það að ungmenni er mjög auðvelt með að panta á netinu og geta fengið þess svona bara niður í bæ eða hvar sem er. Og það er eitthvað og ég held að við þurfum virkilega, og áfengi það svona flæðir líka inn á íþróttaviðburði og annað og við þurfum svolítið að velta fyrir okkur hvaðan koma, þeir hagsmunir sem að ýta undir þetta og það eru þeir sem að græða á því að selja áfengi, þeir vil ýta því að. Nákvæmlega. En Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, það er auðsynlega verk að vinna, en takk fyrir að koma hingað og útskýra fyrir okkur. Og við snúum okkur á allt öðru. Maður sem féll í Jökulsá á Dal í Stuðlagili í gær fannst látinn á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Hann féll út í ána austan megin en hinum megin hefur miklu fé verið varið í uppbyggingu til að tryggja öryggi ferðamanna. Fyrir 2 árum féll kona sömu megin ofan í gilið og lést. Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu segir að í framhaldinu verði skoða hvort unnt sé að koma í veg fyrir að svona gerist aftur. Kanadísk stjórnvöld ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með alltaf 50% tollum á bandarískar vörur. Styrkir verða veittir til kanadískra fyrirtækja sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum. This is a non-precedented challenge imposed on Canada. But Canada will meet the moment. Canadians will meet the moment. We will meet the moment together. Helgina fóru viðræður tollasamning Bandaríkjanna og Kanada út þúfur. Þá setti Bandaríkjastjórn á 50% tolla á kanadískar vörur eins og hokkíbúnað, áfengi og mjólkurvörur. Those tariffs will have real consequences for Canadian workers, businesses and communities across our nation. Canada must respond, and today we are in a proportionate, targeted and strategic way. Kanadísku tollarnir ná yfir vörur að verðmæti tæplega 30 milljarða bandaríkjadala og taka gildi 8. september. Þeir verða annarkvort 15, 25 eða 50%. Þeir hafa áhrif á vörur eins og sjávarfang, ost, snyrtivörur og klósettpappír. Stjórnvöld ætla einnig að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til. Canada's counter-tariffs are designed primarily to provide protection for Canadian industry impacted by U.S. tariffs and allow them to compete against U.S. products in the Canadian market. It's all about fairness, it's all about level playing field. Bandaríkjastjórn hefur ekki brugðist við þessum nýju tollum en fyrr í dag lagði Bandaríkjaforseti til að Ontario vatn sem liggur milli Kanada og Bandaríkjanna yrði nefnt Bandaríkjavatn. Vinsældir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta hafa dvínað jafnt og þétt síðustu mánuði. 33% Bandaríkjamanna segja hann hafa staðið sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. 65% eru óánægð með hann. Stuðningur Bandaríkjamanna við stríðið í Mið-Austurlöndum og hernaðaraðgerðir gegn Íran fer einnig þverrandi og hefur ekki verið minni síðan á fyrstu dögum stríðsins. Aðeins 31% styður að hernaðaraðgerðir gegn Íran. Í mars mælti stuðningurinn 37%. Breytingunum má ekki síst rekja til þess að hlutfall repúblikana sem styðja hernaðinn hefur farið úr 77% niður í 69%. Íranar búa sig undir enn meira álag á hagkerfið vegna efnahagsaðgerða sem Bandaríkin boðuðu í gær.
Svona var ástandið á mörgum bensínstöðum í Teheran í dag. Eldsneyti skortur og sögusagnir mögulegar verðhækkanir urðu til þess að íbúar flýttu sér á næstu bensínstöð til að fylla tankinn áður en eldsneytið klárast. شلوغ بود. روز به روز به ناترازیه داره بیشتر میشه. ما برنامه‌ای برای بنزین نداریم. Íranar framleiða minna eldsneyti en þörf fyrir og samkvæmt yfirvöldum daglegur halli upp á minnstakosti 14 milljónir lítra á dag. Íbúar landsins hafa búið við viðskiptaþvinganir áratugum saman, verðbólga himinhá og efnahagsástandið var þegar bágt áður en stríðið hófst í lok febrúar. Ljóst að efnahagsaðgerðir sem Bandaríkin boðuðu gegn Íran í gær gætu haft enn frekari áhrif gangi þar í gegn. لبنیات این فروش افق و کوروش که هر دقیقه میری وقتی وارد میشی یه قیمته حتی زمان که خارج میشی یه قیمته خود مصرف سرانه لبنیات ما خود دولت داره اذعان میکنه خب هی داره کمتر میشه یا مصرف سرانه گوشت ما پروتئین ما داره کمتر میشه خب مشخصه دیگه مثل تابلوه دیگه من گفتم مثلا من امسال من که مثلا یه بازنشسته حقوق بگیری مثلا بعضی یه 20% مثلا 25% حقوقمون زیاد شده ولی اصلا لحظه به لحظه این قیمت افزایش بده میکنه. حرفم اینه در قبال همه چیزی که تحمل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجیه خیلی مهمه. 100% سخت میکنه. بعد الان با این درآمدایی که ما داریم به هیچ وجه زندگی نمیچرخه. خب من الان بچه‌م من ناراضیه. میگه این چه شغلی تو داری راننده تاکسی هستی نمیتونی درآمد زندگی تو تکمیل کنی. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuveganefndar Alþingis, óskar eftir friði til að syrgja eiginmann sinn sem lést á heimili þeirra í Salahverfi í Kópavogi í lok júlí. Rannsókn á andláti hans ekki lokið. Sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föður síns. Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafneyjar, hafði glímt við veikindi síðustu árin. Eldri sonur þeirra öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi. Ekkert hefur komið fram hvernig andlátið bar að og óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði. Þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney. Ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag það mat stjórnvalda að aðildarviðræður gætu hafist fyrir árslok og hægt að ljúka þeim á 1,5 ári til 2. Ef niðurstaðan nei, hefjast aðildarviðræður ekki á ný. Og hvort sem niðurstaðan verður já eða nei, heldur EES-samningurinn áfram að gilda stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu ásamt ýmsum öðrum samningum sem Ísland hefur gert. Fréttastofa óskaði eftir spurningum frá almenningi í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á meðal þess sem sumir vilja fá að vita hversu langan tíma aðildarviðræður gætu tekið. Hefjist viðræður á ný hafa íslensk stjórnvöld áætlað það bil 1,5 til 2 ár í aðildarviðræður en nákvæm lengd viðræðanna óviss. Kostnaðaráætlun stjórnvalda vegna aðildarviðræðanna hljóðar upp á 1895 milljónir króna. Áætlanir varðandi tíma og kostnað eru óhjákvæmilega háðar óvissu, eins og segir í upplýsingabæklingi landskjörstjórnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ef farið verður í aðildarviðræður og aðildarsamningur gerður, þarf að stíga ýmis skref, meðal annars að breyta stjórnarskráni. Ríkisstjórnin hefur boðað að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þann aðildarsamning sem fyrir lægi. Stjórnarskrárbreytingar kalla á alþingiskosningar og því ljóst að Ísland getur ekki orðið aðila ESB og yfirstandandi kjörtímabili sem líkur að óbreyttu í byrjun desember 2028 nema boðað verði til kosninga fyrr. Taki ný ríkisstjórn við þá, gæti það komið í hlut þeirra ríkisstjórnar að ljúka aðildarferlinu. Og nýkönnin maskinu sem gerða fyrir Vísi sýnir það sem aðrar kannanir hafa líka gert að það var mjóttur á munum á milli fylkinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. 51,3% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já en 48,7% nei. Munurinn hefur minnkað frá því fyrir könnunum maskinu fyrir Vísi sem sýndu 52,2% stuðning við ESB viðræður þann 13. ágúst og 53,0% stuðning í júlí. 8,5% segjast vera óákveðin. Hákon krónprins og Mette-Marit krónprinsessa heimsóttu Harald Noregskonung á ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveill nokkur skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús. Kvæðjum til konungsins hefur ringt inn til NRK síðustu daga frá fólki gjörvallan Noreg og víðar. Sender fra alt som helst står sammen med min lille datter. Alle
bedringsønsker som tenkes kan fra Trondheim. Jeg synes det veldig trist, og jeg håper han blir frisk igjen. Og jeg ønsker en god bedring. Vi trenger en stund til. Jeg håper jo at han kommer seg, det er jo veldig synd. Jeg føler han som en far for hele Norge egentlig. God bedring, Deres Majestet. God bedring. Håper vi ser deg i fin form igjen snart. Jeg ønsker deg god bedring, og at du kan gå hjem snart. Sant, Elias, du sier god bedring. Hilse til kongen. Kostnaður við allskis viðhald við Akureyrarkirkju geti numið 500 milljónum króna. Stefnt að því að kirkjan verði í toppstandi á 100 ára vígsluafmæli sínu 2040. Mikið kapp á að Akureyrarkirkja skarti sínum allra besta búning árið 2040 þegar hún verður 100 ára. Mikið viðhald á döfinni sem gæti reynst kostnaðarsamt. Það þarf nú meðal annars að skiptum bara gólfið hérna, komplett í kirkjunni. Það þarf að laga glugga, það þarf að gera við orgelið, það þarf að laga loftræstinguna í kirkjunni. Þannig hérna sjáum við hluta af rafmagnsstýringu orgelsins. Og þetta bara því miður kerfi sem komið til ára sinna og farið að bila sem getur verið að vera mjög hvimleitt í helgihaldi og tónleikahaldi kirkjulus. Orgelið í Akureyrarkirkju var upphaflega smíðað 1961. Kirkjan í samstarfi við ungverskan orgelsmið til þess að sinna viðhaldinu. Kostnaðurinn við lagfæringuna gæti numið 50 milljónum króna og verkið ekki einfalt. Og þið sjáuð hérna hvernig að fara að gefa sig hérna málmurinn og þannig að þær síga með tímanum og það svo sem hægt að gera við þetta en þá til hvers langs tíma og þá munum þetta líka nýtt gólf hérna í kirkjunni bæta hljómburðinn og hljóðvistina hérna innan dyra sem mjög spennandi. Gróflega áætlað gæti kostnaður verið 500 milljónir við öll verkin sem framundan í kirkjunni. Búið að stofna hollvinasamtök Vini Akureyrarkirkju til þess að aðstoða við framkvæmdirnar. Gera má ráð fyrir að eitthvað rask verði á starfi kirkjunar þegar að stærstu framkvæmdirnar fari af stað. Hildur segir kirkjuna þýðingamikla og táknræna fyrir Akureyringa. Svo hún náttúrulega bara tákn bæjarins. Hún náttúrulega, það ekki flutta fréttir, hvorki af einhverjum gleðilegum atburðum Akureyri eða fíkniefnafundi sem sé mynd af Akureyrarkirkju sem fylgir með. Það tilefni fyrir jazz-áhugamenn og konur til að gleðjast þessa dagana. Jazzhátíð Reykjavíkur hafin og tónarnir óma víða Reykjavík næstu daga. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður mætt á fyrstu tónleikana. Anna Lilja, hvernig hljómar jazzið nú? Já, við erum búin að vera að hlusta hérna svona aðeins á hann, við erum hérna í Fantasí við Austursæti, hann hljómar reyndar ekki akkurat núna, en þetta ekki fyrsta skipti sem jazzhátíð Reykjavík haldin. Pétur, hversu oft hefur jazzhátíð verið? Síðan 1990. Og þetta þá í hvaða skiptinu þarf þetta að hjálpa ykkur að reikna? 37. skipti. Og hún hér í Fantasíu en á fleiri stöðum? Já, stendur til sunnudagsins og við erum í Hörpu á morgun, 15. og föstudag og svo í Austurbæ á laugardaginn og svo inn á sunnudaginn, svo út alla borg. En þarf þessi tónlistarstefna sína sérhátíð? Sjálfsögðu, mjög mikilvægt. En hér verða margir sem koma fram og þú þeirra á meðal Frosti. Já, hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, þetta leggst ógeðslega vel í mig, já. Þú nú ekki mjög aldinn að árum, eru margir ungir í djassi? Já. En gætirðu lýst djassi í 3 orðum? Frjáls, skemmtileg og cool. Frjáls, skemmtileg og cool, en hvað segir þú Pétur? Hvernig myndir þú lýsa djassi? Frelsi, spuni og hamingja. Já, svona djassin og við skulum leyfa tríói Sölva Kolbeinsson eiga loka orðið. Jazzhátíð Reykjavíkur, en við ætlum að sjá núna hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Í Kastljósi í kvöld og á morgun
kynnum við okkur sjónarmið fólk sem ætlar annars vegar að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB á laugardag. Ég óttast atvinnuleysi verði meira á Íslandi en það hefur verið í fortíð. Ég trúi því að við fáum einhverju undanþágu til dæmis ef við líkt á Svíar og Finnar. Þetta gæti verið betra fyrir sveitirnar, þetta gæti verið verra, þetta gæti verið betra fyrir sjávarþorpin, gæti verið verra. Og þá það veðrið, það breytileg átt 3-8 metrar á sekúnd á morgun, skúrir vestanlands og hiti 5-11 stig. Bjart með köflum fyrir austan, stöku síðdegis skúr þar og hiti upp í 17 stig. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum. Tinna Helgadóttir Lúðvíksen, þjálfari nýkrýndra heimsmeistara í tvendarleik í badminton, segir stefnuna sett á Ólympíugull eftir 2 ár. Hún segir umhverfið hjá franska landsliðinu sem hún þjálfar það besta í Evrópu. Við ræðum við einn efnilegasta kylfing landsins, Oliver Eli Björnsson, sem á dögunum vann opna breska áhugamannamótið í piltaflokki. Og 13 stigum munar nú á liðunum í 3. og 4. sæti í bestu deild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu, segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihlutans óttast að þjónusta versni. Enn harðnar í viðskiptastríði nágrannaþjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country-góðsögnin Dolly Parton látin áttræða að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykkju sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi, til dæmis í gegnum netsölur. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni ætlum að þakka ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl.